Komið sæl og blessaðar, kæru steingetur. Spilin ykkar komin á borðið og það eru bara blóm sitt hvoru megin. Þetta fallega sólblóm og síðan þessi fallega baldursbrá hérna megin. Það er ekki amalegt. Spilin ykkar vísa á sumarið. Ef þið vil eitthvað sem hefur gerst í sumar eða þið hafið einhverja væntingar til sumarsins. Yfirleitt er þetta ekki ætlað að gefa vísbendingar langt fram í tíma. En á sumarspilinu hérna stendur líka krabbi, ljón og meyja. Og krabbin er í júní, júlí, ljón er í júlí og ágúst og meyjan í ágúst og september. Þetta vil tengist að þeim merkjum eða manneskjum sem er í því stjörnumerki. En þú, kæra steinget, ertu þetta vetrarmerki, og svo má segja. Svo er þessi fallega baldursbrá og ég ætla að taka miðjuspilið síðast. Og þessi litla maríuhæna hérna er alltaf sögð tákna gæfu eða heppni. Þannig að það er eitthvað tækifæri hér fyrir þig, kæra steingeit, framundan. Þar sem að þú munt hafa heppnina með þér. Og það er eina málið er veitirðu sjálfri þér frelsi til þess að taka á móti því eða til að grípa tækifæri. Því að hér sýnir þú mér hengilás sem er dálítið rammgerður og þannig er eitthvað sem er lok og læs. Og ég ákvað eiginlega leið og spiliðin kom á borðið að ég verð að fá að draga eitt aukaspil til að finna út varðandi hvað þessi lás er. Er þetta eitthvað svona tilfinningaleg blokkering? Er þetta þitt eigið val eða er þetta eitthvað sem er lokað, partur af þér sem þú áttar þig ekki á? Því að þetta eru svo miklar andstæður hérna með þessu fallegu blóm sitt hvoru megin við. Að þegar spiliðin verða dálítið, furðuleg skulum við bara segja. Þannig ég ætla að leyfa mér það að taka eitt aukaspil hérna og sjá hvort við fáum einhverja nánari útskýringar á þessum lás. Þú ert hérna með heppni, velgengni og þetta fallega sumarblóm. Sumarið færir með sér grósku, hlýju og segir mér að ef til vill hefur sumarið verið þér gott á einhvern hátt eða þú hefur verið þar sem að þú hefur getað notið hlýju og sólar. En síðan er þessi rammgerði lás einhvers konar fylgifiskur, eða afleiðing af einhverju sem hefur verið þar. En það mun leysast úr þessu hvað sem þetta er því að þú færð ekki þessa fallegu maríubjöllu án þess að fá heppnina með þér. Ok, spilið sem ég dró til útskýringar er í raun og veru annað spil sem táknar eitthvað sem er læst, lokað inni. Hér höfum við fuglabúr, hurðin er á vísu opin sem segir mér það að þér mun takast að leysa úr þessum hnút. Þetta er einhvers konar hnútur, annaðhvort innra með sjálfrið þér, kæra steingeit, eða varðandi líf þitt. Þér mun takast að opna hann og
það er verið að segja mér hérna að þú berð ábyrgð á því sem að er þitt, sem að þér ber að bera ábyrgð á. Aðrir verða að bera ábyrgð á sínu og það má vera að það sé einhvers konar eftirsjá sem að mun plaga þig á næstunni, sem að er það bara lexía fyrir þig til að læra af mistökum fortíðar. Þegar fuglinn er floginn þýðir ekki að gráta hann, eða hvað skulum við segja. Fuglar eiga sjálfsögðu ekki heima í búrum. Fuglum er ætlað að fljúga frjálsir frá náttúrunnar hendi. En þetta er ef til vill einhver erfið ákvörðun sem þú hefur þurft að taka og ert ekki ennþá búin að sættast við, eða munt kannski ekki sættast við alveg á næstunni, á kannski eftir að taka svolítinn tíma. En þú getur huggað við það, kæra stengill, að fegurðin er hérna með þér, heppnin er með þér, þér mun takast að komast yfir þetta og veljanin mun fylgja í kjölfarið. Á meðan á því stendur gætir þurft að ganga í gegnum töluvert erfiða tíma og þá er bara að leita í styrkinn sem að þið steingetur eru þekktar fyrir að hafa. Ok, kæru steingetur, ég get í miður ekki sagt ykkur neitt nákvæmar hvað hér er á ferðinni. Ef til vill mun engillinn færa eitthvað ljós, varpa einhverju ljósi á þetta. Sonur, þetta spil kom líka upp áðan hjá öðru merki. Það er þema hérna í kvöld að það eru sömu spil að koma hérna hjá mörgum. Tengist eitthvað kannski syni þínum. Þetta gæti verið karlkyns meðlimur í fjölskyldunni þinni, gæti líka verið bróðir. Sonur foreldra þinna, það er að segja. Það er hérna ábending að það sé verið að gæta hans. Og á meðan að hann er að skoða heiminn eins og hér stendur. Kannski er þetta ungur sonur sem er að fljúga úr hreiðrinu og einhvers konar áhyggjur eða skuldbinding sem að tengist því, sem að allt saman mun nú rætast úr að lokum. Að lifa lífinu með eftirsjá skilar þér afskaplega litlu, kæra steingill. Þakka þér fyrir allt það góða sem þú hefur. Þakka þér fyrir þetta fallega samband sem að þessi unga manneskja eða þetta barn kemur með inn í líf þitt, eða hefur nú þegar í lífið þínu. Og þú getur horft til framtíðar, ætla ég að segja, með von í hjarta, því að hér mun allt leysast, þó það getur verið erfitt í augnablikinu. Ok, kæra steingill, svo mörg voru þau orð. Gangi þér afskaplega vel með þetta. Ljós og kærleikur.